Föstudags þáttur N4 tekin upp á Dalvík, hérna í menningarhúsinu Bergi, því stórglæsilega húsi. En næsti viðmælandi minn Katrín Sigurjónsdóttir, sem framkvæmdastjóri Sölku fiskmiðlunar á Dalvík, en fyrirtækið sérhæfir sig í að selja þurrkaðar afurðir til Nígeríu, ef ekki orðað þannig? Jú, við erum bara mest í því að selja þurrkaðar fiskafurðir. Þetta eru svona þessir það sem að menn kalla afganga oft í dag, en við lítum á þetta sem bestu vöruna. Þetta hausinn og hryggurinn og svona afskurður ýmiss konar, og þetta selt allt til Nígeríu. En þetta fyrirtæki ykkar, þetta orðið svona nokkuð gamalgróið? Já, Salka fiskmiðlunar stofnuð árið 1987 og þá hét það Fiskmiðlun Norðurlands. Síðan það sameinað öðru fyrirtæki og fær nafni Salka fiskmiðlun í kringum 2004 og við erum að starfa enn þann dag í dag. Og þetta hefur alltaf verið okkar aðall. Það eru Nígeríu viðskipti. Nígería, þetta er stórt og mikið land og í Vestur-Afríku, eða ekki? Jú, þetta í Vestur-Afríku. Þetta eitt af gjöfulustu ríkjum Afríku og það fjölmennasta. Og ég held að séu þarna eitthvað í kringum 160 til 180 milljónir, það nú eitthvað á reiki talan. En okkar viðskiptavinir eru aðallega í Austur-Nígeríu og eru af Íbó ættbálki, sem eru kristinhópur. Þarna þetta eru hundruðir ættbálka, eða ekki, sem eru í landinu? Jú, en þeir eru stærstir þarna þrír. Það eru kristnir, Íbó, svo eru Júrópas og Hásas. Og kristnir þessi hópur, þessi Íbóhópur sem við erum að selja eitthvað svona 20% af þjóðinni. En svona, náttúran, hún gjöful þarna, þetta olíuframleiðslu land, eða ekki? Jú, og þeir hafa svo sem mjög mikið af alls konar námum og slíku. En eftir að olían fannst, þá fóru þeir að einblína að mínum mati allt of mikið á olíu og svona annað lagðist í svolítið dvala. En núna eftir að olíuverðið hrundi, þá hafa þeir aftur verið svona leita eftir því hvort það sé ekki hægt að efla annan útflutning. Og þeir eru mjög mikið að svona horfa á það hvar þeir geta sótt sig sjálfir í framleiðslu. Eins og til dæmis bara á, þeir hafa sem sagt verið að horfa mikið á hvar þeir geta elt innlenda framleiðslu og þá til dæmis í fiskeldi. Það langt frá Dalvík til Nígeríu? Já, það nokkuð langt. En þú búin að fara nokkra ferðir, væntanlega? Já, ég búin að fara nokkra ferðir. Við förum yfirleitt svona 2 til 3 ferðir á ári. Ég fer kannski í 1 til 2. Og ég hef verið að fara reglulega frá árinu 2004. En við náttúrulega fljúum þetta í einhverjum 3 áföngum. Þeir átta sig kannski ekki á því allir þar hvað það langt á milli, því einhver tíma lenti ég í því að það var svona tjónakrafa í gangi, það hafði verið komið inn léleg vara. Og kona á markaðnum, hún sagði við mig bara mjög ákveðin að hún ætlaði sko að safna saman kaupendunum á markaðnum upp í rútu og keyra til Íslands og hjálpa framleiðandanum að leiðrétta þetta. Það bara með norðurleið, sko. Já, það var bara þannig, sko. En ef ég man rétt þá hafa íslensku fyrirtækin og þið þá væntanlega takið þátt í því verkefni. Þið hafi verið þarna með svona einhvers konar verkefni, styðja innfædda í Gláku, eða ekki? Jú, við höfum verið að taka þátt í góðgerðarverkefni í Nígeríu í langan tíma. Við byrjuðum á að vera sem sagt í vatnsverkefni. Settum upp vatnshanar, stóðum að þess að þeir settur upp vatnshanar víða í þorpum. Síðan árið 2003 þá fór stór hópur framleiðanda með okkur út og þá hófst þessi aðkoma okkar að spítala í Kalabar, þar sem eru gerðar augnaðgerðir á fátæku fólki. Og framleiðendur semst heima og við og flutningsaðilar og aðrir gefa einn gáma vöru og peninga árlega í þetta verkefni. Og frá því að við hófum þetta, þá hafa 33.000 einstaklingar úti fengið sjón á ný sem hefðu ella ekki geta gert þetta sjálfir án þessa fjárhagsstuðnings. 33.000? 33.000 og við erum afar stolt af þessu. Afar stolt. Og þetta svona verkefni sem svolítið samýrar líka þennan bransa í dag. Það náttúrulega samkeppni í þessu milli framleiðenda og útflytjenda og annarra, en þetta verkefni sameinar þennan bransa.
þetta mikil aðgerð? Já, mikil og mikil ekki. Fólkið sem sagt skannað, það farið út í þorpin og fundnir einstaklingar sem að henta í þessar augnagerðir. Síðan þeir fluttir á spítalan, þar eru þeir í bara fáa daga, en sem sagt aðgerð gerð á einum degi og daginn eftir umbúðirnar teknar af og þá bara opnast ný veröld fyrir fólki sem hefur kannski verið blind bara í þó nokkur ár, ungir og gamlir. Hefur þú fylgst með, hefur orðið vitni að því þegar að fólk fær sjónin á ný? Já, við vorum sem sagt vitni fyrst að aðgerðum á einum degi. Síðan komum við daginn eftir og sáum þegar sama fólk, þegar það var teknar umbúðirnar af hjá sama fólki. Og þetta er bara lífsreynsla sem maður gleymir aldrei. Fólkið er bara öðlast nýtt líf aftur. Þannig að þið þá svona væntanlega þið fáið góða móttökur hlýtur að vera. Já. Þeir orðuðu það nú þannig, þeir sem eru með okkur í þessu verkefni, að þiggjendurnir hjá okkur, þeir sæju okkur sem sanna verndarengla á eftir þessum aðgerðum. Og það er nú afskaplega hlýlegt að fá svoleiðis viðtökur. Já. En aðeins aftur að skreiðinni, hún svona, af hverju kaupa Nígeríumenn skreið, hún geymist vel? Já. Hún geymist vel. Það er kannski grundvöllurinn að þessu, að þetta er þurrkuð vara sem hægt að geyma þarna úti án þess að þú þurfir að stóla á rafmagn til að keyra kæligeymslur eða frystingu. Þannig að það er stór hluti af þessu. Síðan er þetta einhver hefð sem hefur myndast þarna í Austur-Nígeríu að neyta skreiðar. Menn er að sækjast eftir bragðinu og nota þetta í allskyns matreiðslu. Þó þeir sé elda til dæmis fisk eða kjúkling, að þá er settur skreiðarbiti út í til þess að fá, þetta er svona kraftur sem þeir eru að nota til að fá bragðinu. Þetta er mikil næring. Þetta er mikil næring. Þetta er hágæða prótein. Og þetta er, þó að þetta sé kannski vara sem við erum ekki að neyta hér heima og veit ekki hvað við myndum gera við hana endilega ef hún færi ekki á þennan markað. Við höfum ekki fundið aðra leiðir til þess að nýta hana. En þetta er bara fyrsta flokks matvæli sem við erum að framleiða og flytja út. Katrín, á fiskideginum mikla þá sér maður þig gjarnan í einhvers konar Nígeríu búningi getur við sagt og það virðast, það koma kaupendur hingað nígerískir sem eru hérna á fiskideginum. Já, þeir hafa sýnt fiskideginu mikla alveg sérstaklega mikinn áhuga. Þeir til dæmis auglýsa alltaf í Fiskidagsblaðinu og styrkja þannig fiskidaginn beint. Síðan hafa þeir verið að koma og vera með okkur í harðfiskbásnum og gefa harðfisk með okkur til fólks allan daginn og hafa svona lífgað upp á básinn hjá okkur. Við höfum leitast við að vera alltaf í Nígeríubúningum. Júli segir þegar hann kynnir okkur við sem alltaf í nýjum búningum á hverju ári og það er alveg rétt hjá hann á mörgu leyti. Svo koma þeir með okkur og lífga upp á daginn og þetta er bara virkilega skemmtilegt. Ég hvet alla til þess að koma og upplifa. Við fylgjumst með, þeir eru áberandi á fiskideginum. Katrín Sigurjónsdóttir, þakka þér fyrir